leyfa hér sko stöðugan straum af fólki sem hatar þessi gildi. Það raun og veru, það annar þáttur í því. Sko. Við erum klálega að taka þessu sem allt of sjálfsögðum hlut og erum ekki að hlúa að þessu og erum ekki að halda utan. Af hverju straumurinn svona einstefnu straumur til Vesturlanda? Jú, af því að við erum búin að byggja eitthvað gott sem er eftirsóknarvert. Við megum samt ekki vera stolt af því. Sko. Við megum ekki vera stolt af því og við megum ekki varveita það og hlúa að því. Sko. Bara alls staðar annars staðar heldur en á Vesturlöndum. Þar eru sko ströng viðurlög og harðar refsingar við því að koma ólöglega inn í það tiltekna land. Síðan þegar það farið í hinn áttina til Evrópu eða Bandaríkjanna þá ef þú kemur ólöglega þar inn þá áttu að fá frítt húsnæði, áttu að fá uppihald, læknisþjónustu. Þetta er algjörlega galið. En máli gallin að konur eru hættar að skrifa svona greinar. Það var alltaf inn á bleikt.is og eitthvað, þá voru konur með einhverjum fáránlegar eitthvað bara já, ég bara ein aðal stjarnan og það allir bara, þú veist, mjög æstir í mig, sko. Og það var svo geggja að fyndið að lesa þetta upp, sko, með svona rödd. Má ég láta þetta fylgja ef við erum byrjaðir? Þetta svona uppröðun á gömlum grínsketsum. Varstu einhvern tíma leikari? Prófaðir eitthvað fyrir þér í þessu? Nei, en sko, það var oft rætt, skal alveg viðurkenna það er svona margir í kringum eins og sá ættir að vera leikari. Svona aðalega bara þess að ég, maður fylgdi upp í gamla daga alltaf sko heilu áramótaskaupin sko sem ég var búinn að læra utan af einhvern veginn þegar maður var með þetta á VFS-bólum sem lítill drengur og það var einhvern veginn svona leikarannir tilburðir sem að fólst í því að endurflytja heilu áramótaskaupin alltaf og já, svona, ég veit ekki, svo, þú veist, jú, ég, einhvern tímann dagur að ég við hugmyndina að vera kannski leikari, sko, en lífið einhvern veginn fór aldrei með mig þangað. Nei, þú hefði reyndar örugglega ekkert verið neitt sérstaklega góður í því, sko, allavega ekki baka tjöldin, sko, það ég hef til dæmis nefnt það áður, sko, að leikarar eru rosalega stakksættir í að vera á ákveðnum skoðunum. Já, algjörlega. Ótrúlega mikið, ég ræddi við, það var einhver hérna í Borgarleikhúsinu held ég, eða Þjóðleikhúsinu, ég man ekki hvort, sem kom upp á mér og sagði bara, ég hlusta á þig, sko. Já. En ég má ekki gera það, sko, ef við sko, passum ekki alveg að vera á þessar línu, sko. Já, og leikhúsið hefur verið eins og aðra listgreinar náttúrulega núna á undanförnum 20 árum. Ég hef talað það líka umberlega algjörlega mistekist hlutverk sitt, sko, sem svona gagnrýnir listamenn á hið ríkjandi þjóðskipulag sem að listin á að vera öðrum þræði. Hvort sem þú ert bara myndlistamaður eða leikari eða að þú átt að geta gagnrýnt, sko, hinnar ríkjandi skoðanir og mér hefur fundist einmitt leikhúsið algjörlega mistakast þetta og mér minnist þetta, það ekki mörg ár síðan 2-3 ár kannski, það var eitt leikstjóri, svona gamall kunningi minn sem að ég kann mjög vel við og vil ekki vera að tala illum, sko, eitthvað en hann svona kom til mér einhvern skilabóðum að ég yrði að koma og sjá eina sýningu og alveg, sko, þetta verið alveg, þú veist, því að þú ert alltaf í Armageddon og voru að koma á þessa sýningu, þetta er bara tímamóta dæmi og þá var þetta einhver leiksýning sko uppgang hægri öfgamanna í Evrópu, eitthvað svona, þú veist og ég bara, really? Þú veist, af hverju talar ekki feministara, sem eru allræðisöflin sem að hér drottna yfir öllu og eru með ógnarvald og þú veist, af hverju gaggrínið ekki hinn raunverulegu völd sem að eru með undirtökin í samfélaginu, af hverju þetta ráðast á Sigmund Davíð sem einhver uppgang hægri öfgamanna og setja það í samhengi við nasisma á 4. áratugnum. Þetta er svo pathetic. Þetta er svo ótrúlega aumt og þarna hefur leikhúsinu algjörlega mistekist einhvern veginn af því að þau eru náttúrulega inn í þessari búblu að óttinn við slaufununa er gríðaleg, sko. Ef þú ert leikari sem að ferð einhvern veginn út fyrir þetta box og þá, við höfum séð það að mismunandi ástæðum að það eru menn sem hafa kannski lagt allt sitt í því að verða leikarar og með tilheyrandi nám, mörgum árum í nám og allt þetta sem eru síðan bara slaufaðir og fá aldrei að koma nálægt leiksviðinu á ný, sko. Já, þetta var líka, ég man eftir því, það var eitthvað ótrúlega einkennilegt, hann hvort hann heiti ekki Atli, ég man nú ekki hvað hann heiti meira, hann var slaufaður og ég man sko að þetta var ótrúlega einkennilegt mál og þetta var eitt af þessum svona MeToo-málum út af því að það var sko ótilgreindir
atburðir sem áttu að hafa átt sér stað frá ótilgreindum aðilum en væri samt alveg rosalega alveglegt en hann mátti ekki vita, þetta var svona tölum Kafka sko þetta var bara Kafkaesk dauðans og hann á þessum tímapunkti þá hann sko númer 1 aðalstjarnan í Þjóðleikhúsinu vinsælasti sviðsleikari landsins og það allt eftir bókinni, það einhvern veginn á þessum tíma þá var verið að höggva í alla þá sem að voru einhvers konar númer stóðu einhvers staðar á palli skilur af því að þessi hópur hann hafði ununa því að rífa niður og sjá þá sem að gengur vel fara á trínið sko. Og þess vegna þetta var þessi þáttur í þessu Me Too Vogue rugli sem að gengur út á það að það þessi fróun bara í að sjá hluti eyðilaga sko. Bara svona tortímingarafl sem að fólk fær einhverja fróun út úr að verða vitni að. Við urðum miklu spenntari fyrir tortímingunni frekar en betrumbætingunum sko. Þetta snerist ekki það var ekki til umræðu einhverja betrumbætur eða að menn getu séð villu síns vegar og bætt sig, það var ekki í boði, heldur það var bara snerist þetta það að viðkomandi tortímt úr samfélagi mannana og mætti bara þakka fyrir að hann fengi einhverstaðar vinnu með að grafa skurði út á landi sko. Það eitt sem þú nefnir sem að mér datt í hug þegar þú varst að tala sem mér finnst frekar áhugavert að þú talaður listamennina og listsköpunina og eitt í þessu sem að mér datt í hug því að listsköpun stórum hluta þetta ennþá innan svona sviðslista á borð við uppistand en að því undarskildu þegar við erum komin inn í leikhúsið og aðra list og fleira að þá byggist þetta rosalega mikið á því að það sé ennþá einhvern veginn edgy að tala svona þetta karlæga sem að byggir allan okkar heim og það einhvern veginn ennþá punk þau láta það lítið út eins og þessi punk eins og ég segi, það kemur ekki óvart ef Borgarleikhúsið kemur núna með leiksýningu The Manosphere eða karlar með hættulegar skoðanir tímamóta leikverk Andrew Tate áhrifin í íslensku samfélagi og hvað þau eru hræðilega undirförul og hafa gripið alla ungu drengin okkar sem bara helbert kjaftaði sko. En þau haldi einhvern veginn að þarna séu þau með puttan á púlsinum og bara séu alveg æðislega að vinna samfélaginu rosalega þarft og mikið verk og einhvern veginn leikarar þeir halda öðrum þræðið þeir séu rosalega miklir heimspekingar sko. Þetta svona og þarna þeir halda að þeir séu með það í höndum sér einhvern veginn að greina allt samfélagið og það kannski einhvern tímann hefur að verið þannig sko. Þetta hefur að verið hægt að nota þetta form til þess að koma með greiningar og gagnrýni á þjóðskipulagið og svona en þeir hafa bara, algjörlega mist það hlutverk ef það hefur einhvern verið með því að elta bara alltaf vinsælustu ríkjandi skoðun hverju sinni. Já, þetta hefur náttúrulega sko, það var að stórum hluta bara, þetta svona dagskrárvaldið einhverju leiti þannig líka sko, svona soldið væpið sem að sjá í svona alls konar listgaggrínenda sem að fólk með gleru eins og Heimir Már Pétursson og einhvern veginn eins og gatasikti sko og einhvern veginn alltaf að segja já þetta hérna punkið í dag bara þetta ekki punkið í dag sko. Enga veginn, það mjög undarlegt að segja en ef þú finnur eitthvað punk í dag þá það í svona konservatívisma sko og það eru bara þessar þetta and og skoðanir sem að því að það það sem hefur tröllriðið öllu og allir eru konum með nóg af þannig að ef einhvers staðar punk þá það bara í því að styðja bara svona heilbrigt líferni og eðlilegt fjölskyldumynstur það agalegt bara kall og kona eiga 3 börn það bara hægri öfgar og viðbjöður en ef þú ert að tala fyrir þessum skoðunum þá ertu svolítið svona renegade sko. Það ert svona fara á móti ríkjandi viðhorfum sem ótrúlega öfugsnúið en þannig það nú samt. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri.
Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Já, það er eitthvað svona meme þar sem að einhver maður svona að kasta bolta á milli svona síns og hann einn að grilla og tveir synir eitthvað að kasta bolta á milli og konan eitthvað að knúsa lítið barn og það er bara, þetta er öfga hægri menn. Já, white nationalism. Hugsaði hvað þetta er orðið rotið maður og hvernig þetta hefur búið að snúa þessu öllu við. Já, þetta er samt sko þegar ég sendi grein í gær sem að kemur sérst út á Grapevine og heitir og er á ensku eftir Ölmu Mjöll fyrir ekki Ólastóttur. Já. The Big Vibe Shift Inside the Icelandic Brosphere og þar eru viðnefndir og Snorri Másson og Bergþór Másson og Brynja Barka og fleiri. Það sem er einmitt tala um þetta, en sko ég ætla samt að segja þessi grein er fyrir ekki góð sko því að mér hefur fundist svolítið einkennilegt að finna fyrir augljósum samfélagslegum breytingum varðar hugarfar fólks gagnvart bæði persónulífinu en sérstaklega gagnvart stjórnmálunum sem við sáum einhverja leiti í síðustu kosningum þar sem einhvern veginn svona vókið augljóslega bara dó en þá eftir að móka svolítið flórun út af því að fólk er einhvern veginn ennþá að telja sér í trúum að þau séu ennþá í baráttunni sko, þetta er alltaf baráttan og allir sem eru ósamála eru náttúrulega bara hættulegir sko en þessi grein gerir alveg frekar góð skil af því hvernig sko stjórnmálin hafa breyst sérstaklega hjá ungu fólki og ég tók eftir þessu þegar sko svona rapparar fóru einhvern veginn að verða meira hægri sinnar, ekki út af við en þegar maður hittir svona fólk sem er í tónlistuninni þau eru algjörlega búin að gefast upp á því einhvern veginn að vera feminískir og eitthvað þannig sko. Já, einmitt jú, það, sko, ég hljópi yfir þessa grein reyndar á Hundavæði, þú sendir mér hana og hún er góð að því leiti að hún grípur nær utanum einhvern veginn það sem er rísandi og það er aftur, þú veist, þá er ég að vísa í að þessar ríkjandi skoðanir sem að hafa hér verið ráðandi undanfarinn áratug allavega reyndust vera ósjálfbærar byggðar og sandi hugmyndir sem að fólk tók bara upp einhvern veginn því að það fekk þau skilaboð einhvern veginn að svona átt að hugsa og nú er fólk farið að sjá í gegnum það og þessir einstaklingar sem að þarna eru taldir upp eru kannski svona hluti af þeim hópi sem að hefur opinberlega að tala gegn þessu en greinin er samt svona hún er alveg drekkhlaðin í að þú kemst ekki hjá því að finna væpið í þessu hér eru með hvíta karla með hættulega skoðanir við skulum passa ykkur á þeim þetta er það alltaf hræðilegasta sem er að gerast núna af því hún kemur alltaf frá þeim sjónarhóli að þessi valdabarátta sko, sem er búið að vera einhvern veginn þá er þegar að ákveðnir hópar hafa viljað kippa úr sambandi verðleika samfélaginu verðleika fyrirkomulaginu í að þú komist ekki bara áfram á verðleikum á því að sko hafa sannað þig og hafa gert eitthvað eða heldur eigi núna einhvern veginn alls konar hópar að komast fram fyrir röðina fyrir að vera ekki með neitt fram að færa. Leiðir þetta óréttlæti sem orðfeður þeirra voru. Þessi jákvæða mismunun, sem er náttúrulega bara orðskrýpi af því að mismunun getur aldrei verið jákvæð. Þetta er algjörstrugl, þetta DEI bull í sjálfu sér. Og þau eru núna í einhvers konar móðusýkis panik ástandi af því að það er verið að benda á jú, við ætlum víst að fara eftir verðleika mælistikunni það hefur alltaf reynst best og það er sanngjarnast og það er eðlilegast og þau eru svona sjá sko, þau eru þessi hópur að svona hrifsa til sín svona völd fyrir án þess að hafa unnið neitt sérstaklega fyrir þeim og nú eru þau að finna einhvern veginn að það er að renna þeim úr greipum af því að fólk er ekki að hlusta á það lengur og fólk tekur því ekki lengur sem sjálfsögðum hlut að allir er einhvern veginn að fá meira fyrir að gera ekki neitt þetta er svona einföld hraðsuða af þessu og þessi grein fannst mér allan að þegar ég las hann á Hundavæði vera svona
rosalega lituð af þessari gremju sem að sem ég get ímyndað mér að þessi hópur að gangi í gegnum núna. Já. Ég hérna, þetta mjög góð punktur. Ég held líka sko að þetta sé, og þú hittir naglan svolítið á höfuðu sko, að þetta oft á tíðum fólk sem að kannski ekki tilbúið eða með getu til þess að verja eigin skoðanir og ef þú lendir stanslaust í sko þeirri atburðarás að þú ert einhvern veginn getur ekki tekist á við aðstæður og getur ekki einhvern veginn varið þínar eigin skoðanir gagnvart öðrum sjónarmiðum að þá sjálfsögðu þá ekkert annað að gera heldur en að taka allt annað á sambandi og kalla allar sem eru með einhverjar álíka hugleiðingar vonda manneskjur sko. Já, og bara forréttinda pjesa sem að eiga í raun og ekki að hafa rétt til þess að tala sko, því að þú vilt ekki debatta við þá. Við erum búin að sjá þetta náttúrulega marg ítrekkað í vestrænum samfélögum núna undanförnum 15 árum. Og þetta einhvern veginn að einhverju leiti að líða undir lok, en ég myndi nú samt aldrei vera svo bjartsýnn að segja að við verðum einhvern tímann alveg lausi við þetta. Ég held að þetta sé svona veira sem að einu sinni þegar hún komin fram, þá getum við sko náðu einhvern veginn mótefnum við henni og svona, en hún verður samt alltaf. Við þurfum að vera vökulir gagnvart þessu. Já. Og hún mun alltaf vera að poppa upp, skjóta upp kollinum aftur og aftur. Já. Það náttúrulega, þetta eru þetta, ég veit manni hvort að við höfum rætt áður, en við höfum báðir örugglega stúderað, þú veist, uppruni þessara veiru, sem má segja, að það er mikil synd að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að þetta er raunverulega komið úr svona marxískum kenningum úr akademíunni og það er ekki bara eitthvað sem er bara hent fram svona í einhverjum hægri öfgum að klína marxisma á þetta. Það er raunverulega þannig að þýsku marxistarnir í félagsvísindadeildum sem að fóru til Bandaríkjanna eftir upp úr seinni heimsstyrjöld. Habermas og fleiri. Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Theodor Adorno og Max hvað heit hann eftir? Maður var látið að læra allt í félagsvísindum. Stóluðum mér líka. Já. Að þeir sem sagt sko, Frankfurtar skólinn. Já, þú getur lesið sko Herbert Marcuse og sko hann tala bara beint það sko að við þurfum að fá nýja öreiga, þú veist, nýtt proletarat, við þurfum að fá nýjan undirmagna, af því að verkalýðurinn, veist þetta, þegar að Sovétríkin voru ekki að ganga upp sko, þá við getum ekki lengur búist við byltingu frá verkalýðunum. Á Vesturlöndum var náttúrulega bara þannig að verkalýðurinn naut góðs af hinu kapítalíska kerfi og hann fer að greina þetta og segir, við getum fundið nýja undirmagna, lítilmagna í samfélaginu sem eru svartir, eru feministar, eru fólk með geðsjúkdóma. Við erum að benda þessu fólki á hvernig það er niðurtroðið í þessu kapítalíska kerfi. Notað sem pólitískt barefli. Já. Og úr þessu verða til þessar kritísku kenningar, critical theory, sem að litar allt þetta félagsvísinda svið og þetta eru þetta í grunninn bara svona mjög andvestrænt, þetta gengur út á að krítisera allt sem er í vestrænu samfélagi sem það versta sem að mannkynið hefur einhvern veginn gefið af sér og hann Herbert Marcuse var með grein sem hét One Dimensional Man sko, sem að fjallaði sko, hvernig kapitalíska kerfið er bara gert til þess að stýra okkur öllum, skilur að láta okkur halda, við þurfum þessa hluti til þess að við séum teymt áfram í neysluhyggjunni og þetta eru kenningar sem að hafa náðalega ágætis fótfestu og þetta sé allt bara illt plott kapitalismans gegn mannkyninu og svo koma postmodernistarnir, frönsku heimspekingarnir sem að fara að tala að það var sko vísindi voru vísindi og starffræði var starffræði en þá komið þeir með að vísindi eru vísindi af því að hvítir kallar viljað og haldir þessi vísindi. Orðaræðu greiningin. Já,
og stærðfræði bara stærðfræði af því að þú ert látin, þá eru hvítir kallar sem létið að halda, en það er raun og veru rasismi í þessu öllu, það er bara rasismi, þú veist, þú fer út í göngutúri rasismi, himinin er rasismi, það er rasismi allstaðar og okkar samfélag er það versta og þessar kenningar hafa sko náð alveg gríðalega sterkum undirtökum í vestrænni akademíu og þetta er mjög sjáanlegt bara til dæmis í Háskóla Íslands. Þarna veist ég man eftir að þegar ég var í mínu mastersnámi þá ég farin að kveikja svona á þessu. Ég var, fyrst fór ég í stjórnmálafræði sko 2008, þá var ég með hausinn einhvers staðar allt annars staðar og pældi ekkert í þessu og flaut bara með að feigðarósi sko, en svo tók ég meistaragráðuna mörgum árum seinna, ég held að það hafi verið 2018 2017 til 20 eitthvað. 2018, þegar ég sá þegar þú komst inn með greinina þína hennar lokaverkefni, þá var ég að klára líka stjórnmálafræðina. Ok, og þá var ég þar að taka eftir þessu og þá satt ég í tíma bara Herbert Marcuse og hann sem þú nefndir áðan Theodor Adorno nei, þú nefndir hann þýskur, þessi Frankfurt Háskólann og sem sagt og ég man eftir í félagsfræði bókinni sem ég var að læra hjá honum Arnari Eggerti vinnu mínum, sem góður drengur, ég elska Arnar Eggert en hann er alveg vel teymdur inn í þetta og ég man eftir í bókinni sem ég var að læra hjá honum, þá var einmitt sko að offita það er bara lega sem sagt, það er áróður sko kapitalismans að segja offita sé skaðleg til þess að fjölþjóðleg kapitalísk stórfyrirtæki eins og Nike og Puma geti grætt á að selja ykkur íþróttavarning sem er allur í sniði bara fyrir sko fólk sem er með fullkomnu líkama og þetta var bara the evil capitalist plot og þegar ég á þessum tímapunkti satt þarna í tímum og var að lesa það bara við getum ekki lagt þetta á borð fyrir, að því að það er algjörlega þarna er sem sagt postmodernism sko allt sé bara, það er ekkert sem er eitthvað svona pottjætt, það er þetta að debata allt og það með líffræði er bara kipt úr sambandi og sko hið ónáttúrulega ástand fyrir spendýr að vera í offitu, að það er allt í einu bara, nei, það er ekkert ónáttúrulegt ástand, það er bara og það er jafnvel bara mjög heilsusamlegt að vera með gott vera í góðum holdum eða þannig. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Þetta byggir á því sko að það er allir með í rauninni ósérsniðið holdarfar sem samt er eitthvað sem er persónulegt. Ég rætti við hana Töru Margréti þennan hryllilega hatursfulla áróður kapitalistana og læknana að þetta væri óhollt, að þá var byggða aðalega á því sko að þú ert nákvæmlega eins og þú ert út af því þú átt að vera þarna. Þannig að það byggði líka rosalega mikið á þessari uppgjafar hugmyndafræði. Þú veist, að þú ert ekkert að fara að breyta, þú ert ekkert að fara að bæta þig. Já, þú ert eins og þú ert. En staðreyndin er svo að úti í náttúrunni, sko, á meðal annara spendýra heldur en homo sapiens, þá finnur ekki offitu, það er ekki til. Og áður en að homo sapiens byrjaði að neyta sko sykurs, bara hvítur sykur sem er náttúrulega eitt mesta skaðræðis fíkniefni sem mannskepnan innbyrðir. Það eru 150 ár síðan við byrjuðum að neyta hvíts sykurs og öll þessi aukaefni sem að koma bara á síðustu 100-150 árum. Fyrir þann tíma var offita ekki til. Það var bara, ef það var til einhver svona alger undantekningatilvik þá voru það bara, þá var slíkt fólk bara með góðar tekjur af því að standa til sýningar í einhverjum sirkus sem en núna eru bara allir skilur í Bandaríkjunum, bara annar hver maður hefði geta verið sirkusdýr sko sem
sjáu þið feitasta manni í heimi upp á palli sko og þetta það er enginn að segja að allir eigi að vera í einhverju super formi í dag en við vitum alveg hvað er skadalegt heilsuðinni sko að vera í mikilli yfirþyngd það er áhrif til dæmis úr þessum postmodernum það sem ekkert er rétt allt er bara umsemjanlegt og við getum bara dekonstrukta þetta að það er þessi hugmynd að allt í einu sé það bara ekkert sérlega heilbrigt að stunda líkansrækt og vera í góðu formi sko. Það var með þess að hafa komið út greina það sem að hafa verið einhvers konar hvað var að segja, svona vísun í einhvers konar öfgahyggju að vera að fara yfir höfuð í ræktinni sko. Og við höfum bara verið að sjá örgrætt að finna einhverja greinar það sem að því haldið fram að þetta sé bara hreinn rasismi Ég vil sko mér langar aðeins að tengja þetta aftur inn í akademíinu því að þú er komin nokkra góðbúndandi það sem að mér hefur líka þótt einkennilegt er ekkert svakalega mikið einhvern veginn því að sko félagsvísindin eru náttúrulega bara þau eru svolítið svona færanleg það er hægt að koma með alls konar hugmyndir og einhvern veginn kemst upp með alls konar en það sem hefur komið mér ávart er meðvirkni þessar stemgreina eins og þú veist að við séum með einhverja hinsegin starffræði að læknar hafi tekið þátt í því yfir höfuð að vera einhvern veginn svona þú veist þegar það eru að lesa sögur sig einhvern veginn á netinu eitthvað þessi hræðilega manneskja sagði þyrfti bara að léttast þegar ég var raunverulega með þetta vandamál sem að kom út af því þú varst yfirþyngd og eitthvað svona algjörn tella og það var bara meðvirkni gagnvart þessu sko Nákvæmlega góða punktur ég var einmitt að hugsa þetta daginn það er sláandi hvernig að því að sko í akademíunni þar eiga sko hugmyndir að geta tekist á en þessi hluti hefur einhvern veginn algjörlega lúffað fyrir þessu brjálæði sem að hefur þaðan komið og ég man til dæmis ég var einhvern tímann með það var einhver líffræðiprófessor sem kom í viðtali í Harmageddon og ég svona þegar við vorum off mic sko eftir viðtalið eða undan og spurði hann eitthvað bara, hvað finnst þér þessi kyn og eitthvað, hann fór allir í kerfi sko, vildi ekki þetta er ekki bara flott, þetta er bara flott og til dæmis, sem dæmi hvernig þessar stemgreinar eru farnar að lúffa algjörlega fyrir þessu sko bara mjög nýlegt dæmi held ég lesið á RÚV bara fyrir svona 3-4 vikum, þá var einhver líffræðingur sem var dreginn fram og hann fór að réttlæta þetta einhvern veginn með að benda á eitthvað svona afbyrðilegt dæmi í náttúrunni að það séu til einhverju sveppir sem eru fjölkynja og þar með sko þá væri umræðan eðli málsins samkvæmt þar með væri umræðan að sko kynin getur verið óteljandi í homo sapiens líffræði sko, hún var alveg valid og þú veist, en þessi líffræðingar eiga sjálfsögðu með réttu ættu þeir að stíga fram og segja, þetta er náttúrulega gengur ekki upp, við vitum það að á meðal spendýra eru kynin 2 og það geta jú verið einhver svona afbrigðileg frávik eins og intersex sem er náttúrulega bara þú veist eins og sko, homo sapiens sem tegund er tvífætlingategund skilur, á meðan að hundar eru ferfætlingar og ef að fæðist homo sapiens barn sem er vanskapað með einn fót að þá fer ekki að segja sjáðu, homo sapiens er ekki tvífætlingar það fættist einn strákur með einn fót þannig að þetta kottvarpar alveg kenningunum þínum í líffræðinu að homo sapiens eru tvífætlingar sko. Þetta er náttúrulega engin lógík Nei, þetta er eins og segir sko en núna, það sem ég langar aðeins líka að ræða við þig ástæðan fyrir mér líka þótti gaman að spjalla við þig er að núna þegar að er augljóst að þetta þú veist, fólk er alveg hægt að taka marka á þessu það er ekki endilega það að það hefur eitthvað fækkað í þessum bókliðum, þeir eru ennþá einhvern veginn að berjast í þessu sko reyna að berja haustum við steinin alveg, sem aldrei fyrr í raun og veru það er engin vígvöllur, þú veist, núna eru þeir bara einhvern veginn að berjast við sjálfsig sko það er eins og að horfa blindan mann munda sverð sko, hann er bara einhvern veginn alveg út í tóminu sko það kemur fram út af því að mér langar aðeins að koma eftir inn á þessa svona breytingur varðar sérstaklega ungt fólk að það er nefnt í henni greininni og hún er á ensku þannig ég ætla að lesa þetta á ensku en þetta er sérst úr spjallinu á broadcast.is sem allir ætti að vera áskrifundur á In an episode of Spjallið með Frosta Logasinni, Frosti, a podcaster who resides in the grey area of between the manosphere
and the brosphere expresses gratitude to Bergþór Másson for no longer being woke. You can't imagine how happy it makes me to see and hear this. That guy from that crowd are starting to see the light. Yeah, the guys from the crowd are starting to see the light. Og þannig ertu að tala við Bergþór Másson það að svona unga fólk einhvern veginn byrja að gefast upp á þessu rugli og alveg farnir hinum einn. Og núna erum við náttúrulega bara að sjá þessa bylgju koma með slíku offorsi að fólk eins og Þorsteinn V. Einarsson og margir aðrir bara veit ekki hvort fótinn er að stíga sko. En það sem mér þótti svo áhugavert að fá þig til að spjalla út af því að þú náttúrulega ert búin að vera lengi í þessu sko, hvað sérðu koma í kjölfarið? Hvernig sérðu þetta fyrir þér svona gerjast? Út af því að núna er augljóslega einhvers konar sko hóla, það einhver talað ensku void sem eitthvað er að fara að fylla og ég gerir mér ekki grein fyrir hvað það er sko. Er það hægri stefna? Er það einhver Milton Friedman hægri stefna? Er þetta svona kultúralísk sko, hægri stefna? Ja, þetta er mjög góð spurning. Maður vonar auðvitað að það verði einhvers konar afturhvarf til verðleika samfélagsins og við förum aftur að sko mæla hæfni einstaklinga út frá skilur hverju þeir hafa áorkað og hvað þeir hafa gert en ekki hvaða hópið þeir tilheyra eða hvaða húðlit þeir bera eða hvers kyns þeir eru og svo framvegis. Það er að fyrsta sem að maður vonast til þess að sé að fara að gerast því að þetta er alltaf mjög ósjálfbært ástand einhvern veginn að kippa þessu úr sambandi. Ég á ekkert endilega vona á að það verði þarna drottnandi einhver hægri hugmyndafræði endilega í staðinn en maður er að vona að við náum einhvern veginn öll að koma saman einhverja svona heilbrigða skynsemi og heilbrigð skynsemi á að geta rúmast innan allra stjórnmála sko það sé að sem vinstri, hægri eða þar á milli að ég ætla þegar ég elst upp að þá voru bara fullt af að mér fannst mjög skynsömmum vinstri stjórnmálmönnum og þeir voru bara þá ekki sýktir af þessari heila vírus hræðilegu veiru sem að þessi heila vírus er og maður sér að til dæmis innan sósíalista að þar er einhvers konar bylting gegn byltingunni en sko, og þar finnst manni einhvern veginn skynsamasta fólkið vera búið að afneita þessu vóki og er reyndar flestöld gengin úr hreyfingunni að ég held eða einhverju leiti ég þekki almennilega svona persónur og allt það gallerí sem þar er en það hefur verið mikið brottfall úr flokknum og mikið ósætti og ég held að vókarmurinn sé ennþá með svona töglin og haldirnar en ég að sjá sko Andra Sig sem er búin að vera svona meðal annars hann er alveg orðin anti-woke sko. Já, einmitt, hann er flottur og svo Tjörfi Shot ég kann ekki að bera þetta fram en það er alveg eldklár sósíalisti, eldklár kommunisti sem er einhvers konar oxymoron að segja en hann er mjög klár og auðvitað Sólveig Anna og svona og auðvitað er maður að vonast til þess að eitthvað sambarlegt gerist bara heilt yfir línuna hjá vinstrinu og þetta þarf auðvitað líka að gerast hjá hægrinu því að Sjálfstæðisflokkurinn hann er ekkert undanskilinn frá því að hafa teimt þessa vitleysu og þú veist bara ég held að hinn ágæta Guðrún Hafsteinsdóttir hafi verið bara á síðast ári með einhverjar fabuleringar að öll kyn væru inclusive sko, eða eitthvað svona, þú veist. Þórdís Kolbrún fór að réttlæta það að vettum að kyn leiðrétta tungumálið eða eitthvað. Já, einmitt. Þú veist, þetta þannig að Sjálfstæðisflokkurinn steig líka í þetta forrað og fór alveg mjög djúpt þó að innan hans hafa alltaf verið einhverjar raddir sem að hafa talað fyrir heilbrigðri skynsemi í þessu en það er auðvitað sko, hefur alltaf verið von mín einhvern veginn að við myndum einhvern veginn að hrista þessa vittleysu af okkur og tala fyrir heilbrigðri skynsemi og verðleikum á ný
en ég ekki sérlega bjartsýnn maður finnur að að þetta fólk berst á hæl og hnakka núna þegar það búið að afhjúpa vókið fyrir rugli sem það einhvern veginn að endurskilgreina það og búa til endurskrifa söguna í raun og veru. Já, ég reyndar ósammálaður hann sko. Ég nýti svo mikið að það núna hlusta mikið á nýtt hlaðvarp Tveir kallar sem Þorsteinn Vaffe Einarsson og Haukur Bragason. Sentilmennið, ég vissi ekki að hann hét vist Sentilmennið á Twitter, allir vinir mínir þekkja hann undir þeim nafni. Það er sennilega því að hann á sér langa sögu á spjallborða í spjallborðaheimi internetsins sem argasti netnýðingur. Af hverju eru þið alltaf netnýðingar? Man nýtti bara fólk alveg næstu til sjálfsvíks og þetta og þess vegna held ég hann að vera kallað sentilmennið. Það var svo langt frá það að vera kurteis þarna á sínum tíma en svo kemur vókið og einhvern veginn og þú ert búin að vera netnýðingur þar sem þú bara er anstíkilegur við fólk og málefni alveg bara inn á einhverju spjallborðum á yrkinu eða hvað þetta heitir. Svo kemur vókið og þá allt í einu færðu svona kredit fyrir að vera anstíkilegur við rétta fólki og þú fær bara upphefð og fær allt í einu bara viðurkenningunir í ráðhúsi bara fyrir að vera hetja á internetinu og þá ertu bara búin að vera með tjaldtælana alveg en þetta er svolítið einkennandi fyrir þennan hóp. Þetta margir af svona helstu riddurum vóksins eiga sér sögu bara harkalegt níð í garð annars fólks. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, frá fornri tíð. Það er endar, ég hef aldrei einhvern veginn náð utanum þann einhvern veginn að svala einhverjum þorsta yfir því að vaða svona harkalega í fólk á internetinu. Nei. Ég hef einhvern veginn aldrei náð þessu en það er samt rétt hjá þau það er svolítið sameiginlegir snertifletir að vera einhvern veginn að mála sig upp sem góð manneskja fyrir það að vera einhvers konar níðingur og eiga fortíð þessa vera í raun og veru bara mjög illkvittin en fá sem sagt viðurkenningu sem góð manneskja fyrir bara fyrir illkvittnina því að þú ert að láta illkvitnina býta í réttu manneskjuðar samkvæmt þessum hópi Líka eins og þú tókst náttúrulega viðtal núna við Mari-Lilju og ég er ekki að segja að hún sé illkvittin, alls ekki. Nei, hún er alls ekki illkvittin. Nei, ég held nefnilega að hún sé mjög fín manneskja, þó ég þekki hann ekki neitt, en við erum náttúrulega hróplega ósammála eiginlega allt, sem er líka bara allt í lagi, en þú tókst viðtal við hana og ég hef svo mikið verið að pæla þetta, hún er búin að vera mikið í þessu Palestínumálum og það eru nokkra manneskjur sem ég þekki vel, sem hafa verið mjög mikið í Palestínumálunum, minna reyndar, en einhverjar ennþá. Og þar mitt hefur þessi svona þversögn einmitt svona baráttu kynjana og einhvern veginn að við setja engar spurningar við fólk sem hingað kemur sem til dæmis eins og frá Palestínu að svo þversögn er hrópandi, nákvæmlega, hún er hrópandi en það gefur oft málstaðnum gerir málstaðnum grikk að vera ekki tilbúin að horfast í augu þann veruleika svo samhliða þessu þá er leikjafræðin einhvers konar skúispil sem ég bara næ ekkert ég er eiginlega samt á því núna út af því að ég held að Magga Stína sé síonisti og það er einfaldlega út af því að hún mætir þannig með palestínska fánan á 7. júní og ég hugsa með mér það er Stefán Einar hefði getið verið að tala í spursmálum Palestínu og Ísrael í 100 ár og honum hefði ekki tekist að valda þeim skaða sem að mótmælendur fyrir Palestínu hefur tekist að gera með sínum athæfum á Austurvelli. Já, hún er klálega ekki að auka fylgi við málstað Palestínu með sínum framgöngu hvort hún sé síonisti eða hvort það sé bara vanhugsa að leyfi mér ekki að fabulera en
En já, þetta er mjög skrítið og að þú nefnir Maríu Lilju sem að mér þykir mjög vænt hún er góð manneskja og hefur aldrei verið í einhver svona netnýði eða eitthvað þannig en ég sá einmitt að hún setti inn í morgun á Facebook síðan sína I stand with Iran og það er magnað, sko, verandi svona, mikill feministi sem að, hefur svona svolítið svona identifera sig sko, sem feminista í gegnum tíðina að sko, þessi allræðis feðraveldis samfélög sem að við sjáum hann í Miðausturlöndum eins og Íran það sem bara núna nýlega var kona myrt sko, fyrir að taka af sér slæðuna og bara inn til bana út á götu sko, sem var í fréttum þetta er náttúrulega mest að þessu kemst aldrei í fréttir en að þetta sé einhvers konar sæluríki fyrir konur, kvár og samkynhneigða sko, er nú bara því miður eins fjarri sannleikanum og hugsast getur og klerkastjórnin í Íran hefur verið sko uppvís af sko því líkum viðbjóði og er náttúrulega ennþá veit ég hvort það sé vikulegar sko hengingar út á torgum þar sem að meintir misindismenn eru hengdir upp í krana eða öfuvert samkynhneigður til dæmis þá ertu bara hengdur fyrir það en þessu fólki sem að er svona í aðra röndina sko, gefis út fyrir að vera mikla mannréttinda frelsishetju baráttumenn sko, en einhvern veginn að þeim verðist einhvern veginn vera alveg sama og þau standa með þessum ríkjum svo lengi sem að sko kapitalísku Bandaríkin séu á mótið þeim þá ertu búin að velja þér sko, í hvað þú bara ætlar aldrei að ef að kapitalísku Bandaríkin er að ráðast á einhvern sama þó hann sé sko vesti feðraveldis nauðgara ógeð sem þú finnur þá stendur samt með honum af því að það er ekkert verra heldur en kapitalísku Bandaríkin sem eru að neyða okkur til þess að kaupa Nike-galla og þykjast vera í góðu formi sko, gegn betri vitund þetta er svo stórkostlega skrítið. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, þetta er skrítið sko. Ég ætla samt aðeins að koma Maríu Lilju til varnar sko, því að hún gæti sko verið að segja að ég stend í rauninni með Írönum líka og ég stend með Ísraelsmönnum og ég stend með Palestínumönnum og ég stend með fólki almennt sem að er að reyna að berjast fyrir sinni tilvist. Ég held aftur á móti að ríkið sé bara, og þetta er ástæðan fyrir náttúrulega frjálshyggjumæður, þrátt fyrir það að við teljum okkur í trú það að við færum alla peninga og öll völd til einhverjar ákveðna aðila, að þá eru þeir svo góðhjartaðir að þeir munu koma til með að ýta okkur til velmegunar sem er náttúrulega bara kolránt. En sko, ég stend ekki með, ég meina, ég var til dæmis mjög mikið að gagnrýna Netanyahu og alla hans tilburði núna fyrir stríð þegar að ísraelska þjóðin var búin að taka til götanrúta því að hann Netanyahu ætlaði að fara að afnema rétt Hæstaréttar til þess að grípa inn í löggjafir ef ég er að muna þetta rétt. Og það var alveg hræðilegt ástand bara rétt fyrir stríð. En sko, þetta er eins og þú segir sko, þegar við einhvern veginn sko, erum að berjast fyrir Íran undir þeim formerkjum að kjarnorku byrgi þeirra séu sprengt að þá einhvern veginn er það orðið einkennilegt að fyrsta skrefið í því sé að færa til bókar að þú stendur með Íran og stendur með kjarnorku áætlun Íran, stendur með Írönum því að sko ég ferðast mikið með Írönum og þeir tjá mér það að 80% þjóðarinnar er mjög í nöp við klerkastjórnina en það er einmitt eins og þú segir sko, þetta er oft allavega ekki tilgreint eins og í svona færslum að þú sért að tala íransku þjóðina sem er frábær og ótrúleg í marga staði en sko akkurat núna sko það er ekki til almenningur á Vesturlöndum sem er sko í stríði við almenningi í Íran. Við erum ekki að ásaka almenningum í Íranum eitt sko. Og það er eins og þú segir, það eru gerða loftárásir að því að sagt er á kjarnorku innviði og þetta snýst núna, þessa dagana þá erum við að tala
hvort að loftárásir Bandaríkjanna séu sko alþjóðlega löglegar og svo framvegis eða hvort þetta sé bara ruddaskapur Donald Trump eða eitthvað þá ertu að taka, þú setur I stand with Íran í dag, þá ertu náttúrulega bara að taka afstöðu gegn því að sko, nei, ég er ekki hlynnt því að kjarnorku innviðir Íran séu sprengdir í þællur, það sem engin manneskja dó, það var ekkert mannfall í þessu, þetta voru greinilega mjög svona surgical, svona nákvæmar árásir á það sem sagt hafa verið kjarnorku innviðir, það sem verið að auka úran í það miklu mæli að það sé hægt að búa til gjöreyðingar vopn úr því en ég vil nú segja einmitt sko, ég er alveg auðvitað hjartanlega sammála að maður horfir með svona nostalgíu sko, til þessara mynda sem að maður hefur séð frá Íran fyrir 1979 það sem að þetta var París, Mið-Austurlanda bara rosalega blómlegt frjálslynt Araparíki, Persaríki reyndar sem að sem að maður vildi einhvern veginn óska að slík menning og samfélag væri að blómstra þarna núna og annar staðar í Líbanon og Sýrlandi og svona sem að eiga sko, stórkostlega menningasögu sko, þá vildi maður auðvitað óska að þetta trúaræði væri ekki svona voldugt þar og hryðjuverka sko framleiðslan sem að kemur úr þessum heimsluta og þú veist Íran auðvitað greinilega eitt svona stærsti einstaki fjármögnunaraðili alþjóðlegra hryðjuverka í veröldinni eins og við þekkjum í dag að þó ég sé í grunninn algjörlega á móti bara einhvern veginn öllu vopnaskaki og hergagna iðnaðinum og öllum þeim áhrifum sem að hann hefur þá er ég mjög svona og ég var svona, þú veist, þegar ég vaknaði morguninn og Bandaríkin voru búin að blanda sér inn í þetta að sprengja Íran, ég var bara að segja, nei, nú er hann algjörlega að fara niður strikið, sko, Donald Trump því að ég hafði tekið þannig að hann ætlaði, þú veist, að vera sem sagt maður sem að stæði gegn styrjöldum og væri komin til að stilla til friðar og stöðva ófrið og svo framvegis að fyrstu viðbröðum mín voru að núna er að fara sko. Donald Trump er greinilega ekki sá sem ég held að hann væri en svo er þetta flóknara eins og kemur ljós á þetta árásin er mjög nákvæm árás á því það sem sagt er að vera kjarnorkuinnviðir, ég er enda líka búin að sjá að það er ekkert þarna í þessu forda byrgi onni í jörðinni í fjallinu í fjallinu að í raun og veru þá sé ekkert þarna og hefur ekkert verið síðan 2003 og það er svolítið skrítið þú veist, ef þú ert með þetta auðga úran og ert komin nokkrar vikur frá því að búa til einhverja ægilegar 700 kjarnorkubombur sko, að þá getur þú bara flogið yfir með sprengju og sprengt þetta upp og það greina engir sko, ég man ekki hafa einhver alþjóða kjarnorkumálastofnunin og einhverjir í Tyrklandi eitthvað sem að það geta ekki greint neina sko geislun á þessu svæði en þú veist, ef þú ætlar að fara að stöðva einhverja kjarnorku vopnaframleiðslu er sniðast að droppa sprengja á mér, er það ekki bara, ég veit ekki, ég er ekki kjarnorku vísindamaður, en væri það ekki einhverjum tilfellum geti það ekki leitt til þess að það er bara eitt allserjar kjarnorku slys þarna á svæðinu ef þú droppar sprengju á kjarnorku vopnaframleiðslu Jú, ég myndi halda það það sem hefur verið að auka úran ég einhver tíma það er eitthvað skrítið við þetta sko. Fór að kynna mér rosalega mikið þessar ICBM Intercontinental Ballistic Missiles og fór rosalega mikið að pæla í þessu sko, ef ég er myndið rétt ára samrunin sem að gera rauninni eða þessar sprengjuna svona rosalega bannvæna sko. En ég myndi samt halda það að ef þú verður að sprengja og geislavirk efni skilur fyrir leikmann það hljómar sko það er eins og bara að fara að sprengja upp Tjernobyl kjarnorkuverið það er valla líklegt til að hafa heilsusamlega áhrif á nágrenniðan í kring en það er eitthvað skrítið við það en að því sögðu ef þetta eru sko eingöngu loftárásir á sannarlega kjarnorku innviða mannvirki og það sem er verið að framlega reyna að búa til kjarnorku vopn að þá get ég alveg sýnt þess ákveðin skilning að Bandaríkin skerist þarna inn í en þú veist, síðan er líka sko allir talpuntanir, ég er búin að vara að fylgjast með bara í síðustu viku og byrjaði að tala um þetta Fordo virki og Bandaríkin væri þeir einu sem væri með hinn sérstöku vopn sem að gætu gert þetta þessna, og maður fann bara þennan
þennan feeling sem var hérna fyrir Íraks innrásina 2003 sko, að vera að búa til einhverja átituð fyrir Bandaríkin til þess að fara inn í stríð og ég held að Donald Trump væri einmitt maðurinn sem myndi ekki gera það en þetta auðvitað ekki sambarlegt við innrásina í Írak þetta allt annars eðlis og kannski, ég veit það ekki ég bara hef verið að hugsa þetta að Ísraels her og Ísraels stjórn eftir allt hennan hrylling sem er búin að eiga sér stað á Gaza núna í 2 ár með virðist vera litlum sem engum árangri eða þannig að þú veist, hvenær er nægilegur árangur, þú veist, auðvitað bara hvað er árangur sko? Það er líka útrýming Hamas og fá alla gíslana tilbaka einhvern veginn getur maður skilið að hérna, Ísraels ríki haldi áfram að sprengja þangar til að gíslunum hefur verið skilað hverjum einasta en þetta samt allt og langt gengið þetta er allt of margir saklausi borgarar sem að verða þarna undir en mögulega kannski hefði þetta sem að gerast núna í Íran kannski það sem að hafa að gera strax eftir 7. október af því að rótin að öllum hryðjuverkum hvort sem það Hamas eða Hezbollah eða allar árásir sem hafa verið gerðar á Ísrael og það eru viðstöðlaus hryðjuverk búin að eiga sér staðna í langan tíma þetta er allt fjármagnað, þetta er allt keyrt af, það er Írans stjórn sem hefur, þú veist, Hamas er bara proxy armur Írans og þetta er, og kannski ef þetta, þú sér þetta fyrir sem einhvers konar kolkrabba, skilur, með marga faðma, ráðast á skrokkin, það ráðast bara á hausinn sem er í Teheran, skilur, og kannski er það lykillinn að einhverjum stöðuleika hérna á þessu svæði að koma þess þeir klerkastjótt frá en ég fæ samt alveg græna bólur þegar við erum að tala svona valdaskipti þegar að erlend ríki ætlar að koma einhverju stjórn frá í óvinveittu ríki við erum búin að sjá söguna ítrekað endurtekið aftur og aftur þá er bara verið að koma frá valdhöfum sem eru ekki nægilega sko þeir hent ekki hagsmunum hinna nægilega vel og það er alveg satt olía er alveg bara aftur og aftur stór þáttur í þessu og hefur alltaf verið öllum styrjöldum og þarna erum við með klerkastjórn sem að ræður yfir skipa skurði þar sem að einhver helmingur allra olíuviðskipta á jörðinni fara í gegnum sko að maður verður að taka svolítið með svakalegum fyrirvara og þú getur ekki fundið einhverja niðurstöðu að fengið nægilegar upplýsingar á því að horfa á bara kvöldfréttatíma RÚV og Stöð 2 eða lesa Vísi og MBL af því að það er ekki það er bara verið að endurtaka einhverja talpunkta sem eiga sér rætur annarkvort í Washington eða Brussel sko. Og það er engin alvöru greining sem á sér stað í þeim fjölmiðlum. Það er Black Mirror þáttur sem ég ást alveg, hann breytir svolítið því hvernig ég horfi á stríð og annað þar sem að það voru svona hermenn sem að voru alltaf með einhverja linsur þar sem þeir fengu tölulegar upplýsingar og annað sá alltaf gegnum einhver svona freim en það sem þeir gerðu líka var að þeir sáu í rauninni saklaust fólk sem skrímsli og hver skipti sem að skilur þeir lita á það var bara svona eitthvað ógeðslegt skrímsli bara skilur að og þú veist, það er ekkert mál að skjóta það er bara ógeðslegt skrímsli svo er svo plottið það að það klikkar linsan hjá einum sko og sér hann bara hann er að drepa bara fjölskyldur sko og bara saklaust fólk sem er bara að biðja að fá að vera hlúð að en sko það sem er svo mér finnst svolítið merkilegt í þessu sko er að ég er búin að fá þessa tilfinningu svolítið oft undanfarið þar sem að ég einhvern veginn átlumis að hata Jemena út af því að hútarar að hafa sem svo fíbl ég hata Palestínu fólk út af því að Hamas er að hafa sem svo fíbl ég bara hata Rússa bara flatt fólkumis mjög mikið í töðunana mér þegar að menningarleg tengst voru alfæri rofin við Rússa og ok, þú getur alveg fært rauk fyrir því olían og eitthvað annað og gasið sé eitthvað minkað sem var svo sem ekkert minkað þetta var bara aðra leiðir en sko þegar við röfum menningarlegu tengstin eins og Eurovision og annað og segja með mér, við erum miklu betri að hafa svona menningarlegt talsamband við fólk sem er ekki að styðja og svo samlega þessu þá átti ég sko var ég að sjá einhverja svona færslur af Telegram og öðru þar sem ég sá kannski einhverja Úkraínumenn kasta einhverjum eða þú veist droppa einhverjum sprengjum
á einhverja skriðdreka og út úr hlupu einhverju 20 strákara sem var búið að kveiki þeim og ég svona, mér finnst og það var bara yes maður, Úkraína að vinna þetta og eitthvað og ég get ekki verið peppaður yfir því að sjá einhverja 20 stráka í einhverjum stálklumpi sem að brenna lifandi í stríði þar sem þeir eru ofátækir til að skilja nákvæmlega hvað er að eiga sér stað og af hverju þeir eru þarna niður komnir og mér finnst ég svolítið einhvern veginn vera í einhvern stanslausu svona hugmyndum það einhvern veginn að ég hef verið peppaður yfir því að sjá einhverja sprengju og það bara hreinu bygging og ég bara yes það var hérna herbygging hana ég vil þú að sé herbyggingu skilur þetta stráka skítar á 20-aldri sko Já, maður finnur alveg, það stöðut núna einmitt verið að egna fólk upp gegn Íran og hérna sem að eins og þú sagðir áðan sko meikar engan sens ef að 80% írensku þjóðarinnar sjálf óánað með klerkastjórnina sem þar en hérna en það sko við skulum ekki vanmynda því við báðir náttúrulega hérna einhverju leiti sko haft Kristoffer Hitchens heitinn sem mikið leiðaljós hérna, og margt rétt sem að hann hérna sagði og hefur varað við og hérna og það þessi íslamismi sem að hérna tekur bara allt annan pól í hæðina gagnvart sko lífinu heldur en annað fólk sko að þú ert sko heittrúaður íslamisti að þá eins og hefur stundum sagt sko þú dýrkar dauðan meira heldur en lífið veist, og það er þessi hérna martýrdómur að vera píslavottur sko deyja í stríði við trúvillinga að þú veist að hérna að það gerir til dæmis klerkastjórnina í Íran að svona órökréttum player á alþjóðasviðinu og það nú verið að rifjað upp núna þú veist, í Íran stríðinu hérna, sem að varði í 8 ár einhvern tímann eftir byltinguna að þar hikaði klerkastjórnin ekki við að nota sko barnahermenn til þess að hlaupa út á sko jarðsprengjusvæði til þess að hreinsa jarðsprengjur og þú veist og í fjölmiðlum heima þá voru þessi börn máluð upp sem sko píslarvættir og hetjur fyrir að hafa sko látið lífið í stríði við trúvillingin og þeim að fagna sko af fjölskyldum og þess að þú veist þú hugsaðir sko ef þetta fólk getur gert sko sínum eigin börnum sem á að hugsa þú veist, gæta velferða þeirra og öryggis það getur gert börnunum sínum að senda það út á jarðsprengjusvæði til þess að hreinsa sprengjur bara til þess að og láta þau springa bara að þá getur rétt ímyndaðir sko hversu hættulegt það í raun og veru að slík stjórn myndi búa yfir kjarnorku vopnum sem að gætu bara hæglega verið notuð sem sko bara að því að þú veist í þessum kjarnorku vopnafræðum þá þetta assured mutual destruction sko þú veist þú notar ekki kjarnorkuna af því að þú veist að ef að þú skýtur kjarnorku sprengja á stað þá kemur önnur á þig og þá eru þið báðir dauðir sko þannig að ef þú ert með svona rökréttan player sko þá hugsar hann ekki sko ég ætla bara að fara í kamikaze sjálfsmórsleiðangur og henda át kjarnorkusprengju en ef þú ert eins og er íslamisti sem að sannfærir það að stærstu velunin sem þú færð í þessu lífi eru að deyja píslarvættist dauða þá meikar það meira sens þá meikar það meira sens að senda eina njúkbombu bara annarkvort á Bandaríkin eða Ísrael sko. Já, ég nefnilega sko þetta er einmitt það sem svolítið tekið út fyrir sviga í öllum umræðum þetta út af því að eins og þegar þú talar Mari Lilju þá veist, þetta er bara fólk sem vill bara lifa lífinu og búa til fjölskyldu bara eins og þú sko þetta er bara eiginlega nánast sami hlutur en að því undarskyldu að það er kannski aðeins öðruvísi matur en hugmyndafræðin risastór þáttur í þessu og þegar einmitt þú ert að tala píslavætti að þá jafnvel það fagnaðar erindi fjölskyldunar maður heyrði til dæmis símaupptökur sem ekki einhver sko og ég skal alveg bara taka undir það er alveg hægt að hafa mikla efahyggju gagnvart
því sem að Ísrael segir stríðið og hvernig þeir hérna máta þetta við raunveruleikann og annað en aftur á móti þá það sem að þú veist þeir sem að framkvæmdu árásina voru að birta sjálfir og fagnaðar símtöl til fjölskyldunar það að þeir varu búin að drepa gyðinga og svo náttúrulega sérðu bara þú veist myndbönd af þinginu ef við tökum Íran eða tökum Palestínu eða annað þá það bara death to America, death to Israel, death to Europe og þú veist, og þetta ekkert eitthvað fólk sem að fara í grafgötu með það, þau ekkert að reyna að fela það það eins og þegar hérna ISIS-liðar og það voru oftast vinstri menn einhvern veginn að taka upp hanskan eitthvað, já nei, þetta nú flokknar, þeir eru raunverulega ekki að gera það sem þeir segjast vera að gera þetta miklu flokknar, þetta félagslegar aðstæður sko, og maður bara eitthvað, þeir eru að segja og þetta ekki að taka mark á því af hverju þeir segjast gera þetta því þeir eru að gera þetta af allt öðrum ástæðum ég veit það hins vegar þeir veit það ekki sjálfur svo skrítið sko eins og út af ég mitt mann eftir hann tók þetta í nokkur röðum hann Christopher Hitchens þar sem hann var með að færa rauk fyrir því sko að þegar að hann talaði svona post-Saddam Írak sem mikilvægan þátt og hann alltaf studdi Íraksstríðið en fóru svona í smá efasemdir en ekki alveg hérna við endalok sinna ræfi en hann einmitt sagði að sko, sá veruleiki þar sem að Íran komið kjarnavopn bara einhvers konar veruleiki sem að við getum það er hann svo mikil óvissa að það bara sjálfstætt einhvern veginn umbreytingarafl bæði með Austurlöndum og náttúrulega bara heiminum öllum sko. Ég held að það sé alveg rétt og gallin hins vegar að sá að við vitum ekkert það hvort þeir hafi verið hársbreytt frá því að vera konum með kjarnorkuvopn eða ekki og ég hef ekki séð neinar svona einhverja haldbæra sannanir og hérna í raun og veru í aðdraganda Íraksstríðsins þá voru þeir mikið að reyna að samfara fólk með teikningar og svona en núna var það ekki einu sinni sko. Það er bara einhvern veginn við höfum bara takað algjörlega á orðinu og hérna og maður bara þú veist svolítið svona brendur eftir þetta Íraksdæmi af því ég studdi Íraks innrásina sko á þessum forsendum sem var lagt upp fyrir okkur og ég bara hérna vera viðkjanna á þeim tíma, þú veist, vissi ekki betur. Ég gerði mér ekki grein fyrir hverslas gengdarlaus áróður látinn inn á okkur til þess að fá okkur til að samþykja svona aðgerðir. Nei, ég meina, sko, þú veist, en svo aftur á móti, ég meina Saddam Hussein til dæmis 1988 þá framkvæmdi hann Halabja árásina þar sem hann drap 5.000 Kúrda með gjöreyðingavopni, sinnepsgasi og taugaeitri og sko það var, þú veist, Hitchens hefur svo oft talað það eru 4 leiðir, það sem að UN þarf að grípa inn í það ef að ríki ræðst en annar ríki sem að Írak er búið að gera í Kúveit ef að ríki að höppa eða svona slá skjólhúsi yfir hryðjuverkamenn ef þeir eru með nýta diplomatísk tengsl til þess að koma hryðjuverkamönnum fram og aftur yfir landamæri og svo eitthvað annað og Saddam Hussein var búin að brjóta allt þetta þannig að samkvæmt reglunum hjá Sameinuðu þjóðunum þá hefði átt að vera búið að grípa inn í fyrir löngu fyrir 2003 en aftur á móti eins og þú segir þá var þetta ekki á rökum reist þetta með gjöreyðingavopnum annað og sko hugmyndin var líka svo að frelsa Íraka og koma á lýðræði þarna sko, sem tókst mjög vel galin hugmynd sem tókst hræðilega illa og gerði illt miklu verra þess vegna held ég mitt saman með Íran sko, ég vildi óska þess að við getum séð Íran aftur verða einhvern veginn París, Miðausturlanda og allt myndi blómstra þar og dafna. Við sprengjum okkur ekki að þeim veruleika. Nei, við sprengjum okkur ekki að þeim veruleika og við vitum ekkert hvað kemur í staðinn ef við myndum að vestræn öll myndu steypa af stóli í þessari klerkastjórn. Reza Pahlavi vill taka aftur við, það að segja sonur hans sem var náttúrulega hann yfir. En hérna færum okkur það aðeins yfir til Íslands, sko, það sem að mér hefur þóttlega, út af því þú veist, mér finnst það svolítið endurspeglast því sem við erum að tala hérna. Búum bara við þannig veruleika að maður veit ekkert hvernig maður á að taka upplýsingum, það er rosalega erfitt einhvern veginn að móta sín á heiminn og ég fór að hugsa svona hagsmuni Íslands, það núna erum við náttúrulega í góðri stöðu en ég þoli ekki þegar fólk segir hérna að það er svo gott að búa í Íslandi, það er svo gott og mér er alveg sama. Það er gott að búa í Íslandi út af einhverjum fyrirframgefndu forsendum sem að voru áður og það sem við þurfum að hugsa af hverju er gott að búa í Íslandi. Mér er alveg sama að það sé gott að búa í Íslandi. Við þurfum að hugsa af hverju og hvort að við séum að viðhalda þeim viðmiðum og gildum í heiðri svo að það sé áframhaldandi til þeirra kynslóða sem að koma eftir okkur. Og ég ætla að segja fyrir mig, þá finnst mér við svolítið vera grafenda því ég er með
svolítið því sem við vorum að tala hérna í upphafi það sem bara einhvern veginn verðleikar eru bara einhvern veginn og allir eiga bara að fá allt upp í hendunar og ef það ekki, þú veist, alls konar bara orðin mannréttindi einhvern veginn það orðin mannréttindi að vera hinsegin og svona sko og hérna það sem að mér langar bara að velta upp sko hvernig þú sér fyrir þér að framhaldi verði þú veist tekur undir það að við séum einhvern veginn að taka því með ómikilli léttúð að við séum að halda í þau gildi og viðmið sem að koma okkur þó á þennan stað Já, ég meina sko ég held að sé alveg augljóst hvað það sem gerir Ísland eins og önnur Vesturlönd að eftirsóknarverðum dvalarstöðum þar sem að straumurinn liggur sko frá öðrum heimslutum til hins vestrana heims og það er einstefna í þeirri átt og það er augljóst að þetta byggir á sko upplýsingabyltingunni á sínum tíma þar sem að mannréttindi verða einhvern veginn viðurkennd og jafnrétti síðan er þetta þessi frelsi til athafna og frelsi til þess að vera þú sjálfur og frelsi til þess að annarkvort skara fram úr eða sitja heima í leti hvernig sem þú vilt hafa það bara það er hinn vestræni heimur sem byggir líka auðvitað á réttarfarinu sem að þú veist það er að segja réttarríkið það sem að við höfum öll sko rétt á að verja okkur ef að við erum ásökuð eitt eða annað allir eiga rétt á réttlátri málsmeðferð ólíkt því sem gerist í alræðisríkjum þar sem að þeir getur bara verið kippt úr þínu lífi og hent á einhverja dýflissu sko af því að kannski með þú veist, búin að vera þyrnir í augum einhverja sem að ráða meira en þú veist, þú hefur öll þessi réttindi og það er ekki að vera hægt að tróða svona á þér á Vesturlöndum og við erum klálega sko bara með stöðuri svona einhvern veginn vinstri hyggju að grafa undan þessu því að með þeirinn að mála allt þetta upp sem einhvern veginn það versta sem mannlegt samfélag hefur af sér getið sko. og líka inn í þessu kristin gildi það er ég verð að viðurkenna það það myndi verið herskár trúleysingi anti-þíisti sem að barðist gegn þjóðkirkjunni og kristnum gildum bara við bara viðurkenna það að við nánari skoðun og athugun þá komst ég bara að því að það var bara rangt hjá mér þannig að eitthvað hefur sagt mér að í kristnu gildunum sé bara heilmikið sem að er gott að byggja á og það er þú veist ég man alveg eftir þegar ég fór að sjá svona vers í biblíunni og svona sem að gera það verkum að ég fór að taka hann í sátt sko og það var bara þú veist dæmið ekki og þér munið ekki dæmdir verða veist, þessi dómharka skilur sem að hefur verið alveg mjög harkalega á ákveðnum væng stjórnmálana í íslensku samfélagi veist, og allt þetta með fyrirgefninguna og allt þetta sem að er ákveðin hornsteinn í vestrænu réttarfari og menningu við erum bæði sko með því að gagnrýna þetta innanfrá og ráðast að þessu skilur við frá þú veist bara vestrænum akademiskum háskólum til dæmis og svo einnig líka bara leyfa hér sko stöðugan straum af fólki sem að hatar þessi gildi það er raun og veru það er annar þáttur í því sko. Við erum klálega að taka þessu sem allt og sjálfsögðum hlut og erum ekki að hlúa að þessu og erum ekki að halda utan og erum ekki þú veist að sko af hverju er straumurinn svona einstefnu straumur til Vesturlanda það er jú af því að við erum búin að byggja eitthvað gott sem er eftirsóknarvert en við megum samt ekki vera stolt af því sko. Við megum ekki vera stolt af því og við megum ekki varveita það og hlúa að því sko. og eru uppruna alls íls einhvern veginn já, við höfum helst bara að ráðast af því og rífa það niður þú veist, það er mantran í dag líka svo stórinkennilegt sko að ef einhver stendur í lappinar að þá er hann hún hatursveit manneskja sko þú talar rosalega
öfgafullan sko, það er líka rosalega mikið eins og ég er búin að vera aðeins að fjalla að aðalega, þú veist, ef maður sér eitthvað svona pólitískt ofbeldi að þá er það aðalega frá þeim sem að tala gegn þessum gildum sko, og svo eru hinnir sem eru bara, ég bara held að þetta séu góðar hugmyndir og því það verður ránt fyrir ykkur þá er það hann öfgamaður sko. Það er einmitt sko, hvort sem maður í bandarískum háskólum eða bara niður á Austurvelli, að ef að einhver svona hægra megin ætlar að fara að standa upp á palli og tala sko, þá er það mjög hættulegt ástand. En hvaðan kemur hættan? Hún kemur raunverulega frá sko, einum vestrænu vinstri sinnu róttæklingum sem eru mættir til þess að vera með ofbeldi og læti sko. Fasísku andfasistanir. Já. Þannig að já, við erum klálega alveg sofandi, fljótandi að feigðarósi held ég með það sko. Ég er svona svo bjartsýnn gagnvart þessu sko, því að eins og ég held að þetta er svo litið svona eins og það er talað að minnir að séu hákarlar þegar þeim hefur rekið upp á land að þá eru þeir geta verið mjög hættulegir út af því að þeir geta slegið svo mikið út af því að þeir vita að þeir eru að fara að deyja þá er einhvern veginn örvæntingin orðin svo mikil og mér finnst svo litið eins og þetta sé eins og fiskur sem hefur rekið upp á land út af því að það er enginn að taka þessu alvarlega lengur sko. Nei. Þannig að ég sá, það var eitt svona sláandi sem ég vissi svo sem alveg en hafði ekki fyrir víst sko að út af þessari umræðu bæði í Bandaríkjunum þar sem hefur verið að vísa ólöglegum innflytjendum úr landi og það er mikil útlendingaumræða hér á Íslandi og og þessir aðgerðasinnar sem að berjast fyrir þessum opnu landamærum eða svo til tala að það sé engin manneskja ólögleg og svo framvegis en frá þessum ríkjum sem að straumurinn kemur og bara almennt sko, hvort sem að sko, Rússland, Indland, Pakistan, Singapore þessi 4 lönd, ég var að fara yfir sko, þú getur skoða að viðurlögin við að fara inn í þessi lönd ólöglega án þess að vera með uppáskrifað vísa til þess eru í öllum tilfellum einhver fangelsisdómur og sektir í Norður Kóreu er það reyndar dauðadómur sko, að þú kemst fyrir ólöglega þar þarftu bara tekin að lífi og almennt bara allstaðar annars staðar heldur en á Vesturlöndum að þar eru sko ströng viðurlög og harðar refsingar við því að koma ólöglega inn í það tiltekna land en síðan þegar það er farið í hinn áttina til Evrópu eða Bandaríkjanna að þá ef þú kemur ólöglega þar inn þá áttu að fá frítt húsnæði og áttu að fá uppihald og áttu að fá læknisþjónustu þetta er náttúrulega þetta er algjörlega galið af því að það var bara fyrir nokkrum áratugum síðan þá þótti bara fullkomlega eðlilegt meira sér innan Evrópu áður en að Evrópusambandið var svona integrera það voru landamæri allstaðar ég var lítill strákur að fara bara í skíðaferð með foreldrum mínum og við flugum til Luxemburgar og keyrðum til Austurríkis eða eitthvað það var bara vélbyssu landamæraverðir á checkpointum allstaðar að skoða vegabréfin og þetta er hið eðlilega ástand eru svona landamæri þar sem að þjóðríki ber sig og heldur utan sitt sko. en bara á Vesturlöndum í dag eru búin að leggja þetta allt niður og nú er bara sko heilu þjóðirnar að geta bara fært sig yfir og farið bara beint inn á velferðarkerfið okkar þetta er þetta hugmynd sem það gengur ekki upp Nei, og það sem er kannski sérstaklega hættulegt við þetta þeir sem að þó hafa komið sérstaklega í dag að þá er það álitin sem einhver greiði við þau að fólk setur engin spurningmarki það er alveg galið sko. Já, það er mitt og við erum að búa þá til sko, ef við tala einhverja jaðarsetta hópa þá fer þetta fólk eðlimálsins samkvæmt einhvern veginn beint í þá hillu sko, í samfélaginu það lifir á sósíalnum í félagslegu húsnæði og er erfitt með að aðlagast skilurðu og þannig að úr þessu verða vandamál sem að sko, vaksa og verða meiri vandamál ég skil ekki hverju er ekki hægt að horfa á þetta bara með einhver svona meiri svona rökhyggju og skynsemi og taka ákvarðanir sem eru byggðar á
bara svona velferð þeirra þjóðríkja sem að þetta snýst Já, þetta er alls konar en Frosti, þú maður segja þetta gott í dag. Takk æðislega fyrir að koma. Ætlar að nefna eitthvað fleira? Ég hef alltaf komin úr buxunum. Nei, nákvæmlega. Þetta er rétt að byrja Við tökum þetta aftur fljótt. Takk æðislega fyrir að koma þangað til næst. Gaman að sjá þig.